Það vantar ekki tilþrifin þegar yngri kynslóðin mætir á motocross-æfingar einu sinni í viku á akstursvæðinu rétt fyrir utan Egilsstaði. Hér má finna efnilega kappa allt niður í 4 ára á hjólunum, að bruna í brautinni og áhugasama foreldra á hliðarlínunni sem eru tilbúin að stökkva inn og hjálpa til. Motocross er nefnilega hentugt fjölskyldusport. Hér eru allir mættir með sama markmið, að æfa vel og hafa gaman að því. Þeir eru ekki lengi að byrja að keyra hérna fyrir aftan okkur krakkarnir. Ef þú segir okkur eins frá þessu starfi sem er að fara hérna á stað. Já, en þeir eru fljótir að ná þessu litlu krakkar, sko, eins og með allt annað. Við erum búin að vera hérna þetta er 3. árið sem við erum hérna og það bætist bara í. Þetta er að vera hátt í, þetta eru 20 klukkur til, svona á góðum degi og hafa allir mjög gaman af. Bíða alla vikan eftir þessu. Hvaða aldur eru við að tala um? Frá 4 ára og upp í alveg 20, þar á milli. Svolítið erfitt að ímynda sko 4 ára að keyra svona græðu. Já, leiður geta að fara að hjóla á reiðhjóli, svo þá er þetta komið. Það er ekkert mál, það er bara gaman. En hvernig hófst það að þið ákveðið að vera með skipulagðar æfingar? Já, við vorum eiginlega bara, foreldrar fóru bara eiginlega að tala um þetta og foreldrarnir skipulögðu þetta og svo ég á náttúrulega stráki í þessu líka, þannig að þetta var eiginlega bara svona eitthvað sem að hentaði að vera með þetta. Og hafðir eitthvað þjálfað áður? Já, svona 1 og 1 kvöld, svona, en ég er náttúrulega svo sem kann þetta og veit hvað ég er að gera, þannig að. Hvernig fer þjálfun á svona græju fram? Við erum alveg bara að förum svona í undirstöðuatriðin og segjum þeim svona 1 og 1 sem má bæta í hver sinn. Það er ekki að drekkja þeim alveg í upplýsingum, sko, svona litlum. En svo er þetta náttúrulega líka bara hjóla, gaman að hjóla með strákunum og þeir eru ekkert gaman að hjóla einir, sko. En nú skiptir miklu máli að vera í góðu líkamlegu formi í þessu sporti. Eru þið að gera einhverjar aðra æfingar heldur en á hjóli? Við höfum ekki verið að gera það, ekki við, sko, en svo þeir eru allir á reiðhjólum, sko. Þannig að þeir hjóla allan daginn alveg fram í náttúrulega að fara að sofa, sko. Þannig að það er alveg nóg æfingur að sig og pluss þetta. Þetta er svona samspili milli þess að vera góður ökumaður eða vera góður hjóli. Skiptir hjóli meira máli heldur en ökumaðurinn? Nei, það skiptir ekki með ökumanni, sko. Það er alveg 80% ökumaðurinn, sko. En auðvitað náttúrulega, þegar menn eru komin síðan lengra, þá þurfa menn að vera á fínum tækjum, sko. Þegar hraðinn er meiri, þá hjóla að ráða við það. En góð þekking á hjólinu, hún hlýtur að skipta miklu máli? Já. Þar komum foreldrarnir inn og við erum svona að reyna kannski líka að láta þau, sjá hjólinn og svo að þetta drattist ekki niður og skemmist. Strákar, hvenær byrjuðu þið í motocross? Ég byrjaði 6 ára. Já, ég var svona 3 og 4 ára eitthvað. Hvernig var eiginlega að byrja í motocross þá? Voruð þið fallir að hjóla? Já, svona eiginlega, með hjálpardekkjum. Ekki ég, allavega. En þið eru eitthvað með bílpróf eða neitt, þarf maður ekkert prófa á svona græðu? Nei. En hvað þarf maður að kunna til þess að vera góður í motocross? Kunna halda jafnvægi. Kunna standa rétt og klemma hjólið þegar maður er að stökkva og hafa gaman. Og hafa gaman. Eru þið ekki spenntir eftir að mæta á þessa ein æfing í viku? Þið hljótið að vera spenntir að mæta á hana? Jú. En það er kannski ekki eins mikið þegar brautin er alveg skrauð og þurr. Það er verra? Já, það er svo mikið duft að svo erfitt á hjóliðinu. Og þá rennir maður meira til. Er betra að hún sé smá blaut? Já, rosalega blaut. Hún verður eiginlega aldrei blaut. Og er þá mikið að maður að fá þá rykið í andlitið eða hvað er það? Já, það er bara að maður færi rykið í andlitið og upp í munninn og það er betra að vera með gleru. En hjóli, hvað skiptir miklu máli að vera góð í hjóli? Bara skiptir að passi á mann. Ég er á aðeins svo stóru hjóli, ég er á svona eins og handbærnum og stærri dekkjum. Og skiptir máli að þetta sé kraftmikið? Nei, pínu. Eru þið eitthvað að stökkva á þeim og svoleiðis? Já. Og dettið aldrei? Stundum. Jú, stundum. Og er það bara ekkert máli? Hjólið mitt er búið að vera bílað pínu. Ok, það er búið að vera bílað. Þarf þú að kunna að gera það sjálfur? Já, ég kann nú að taka loftsíðin úr og sætið og... En hvað eru þið svona yfirleitt að gera á æfingunum?
Bara svona beygja og leika okkur og stökkva og bara í þessari braut. Reynið að vera meira, það sé að gefa ekki svona mikið, þú veist. Reynið að halda bara smúðgjöf út. Er þetta svolítið munur síðan að þú varst að byrja í þessu, er þetta breyttir tímar? Já, þetta eru breyttir tímar. Ég byrjaði 14 ára og svo byrjaði 4 ára sko núna. En allavega á Íslandi er þetta svona, þetta er að færast neðar, skulum við segja. Held ég, allavega, já, miðað því ég var. Og svona gennum þinn feril, fékkst þú mikla þjálfun? Ég fór á 1 og 1 námskeið gegnum tíðina og bætti mig mjög mikið af því. En aðalega var þetta bara pabbi að öskra sko. Og svo hafði maður alltaf bara svo gaman að þessu, maður var að horfa á gamlar spólur og svona. En þessar æfingar, þær eru hvað einu sinni í viku? Þær eru einu sinni í viku. Það er alveg nóg með allt annað sem er í gangi líka. En er ekki hjá allavega elstu beðið með mikill eftirvæntingu eftir þessari einu æfingu í vikunni? Jú, allan veturinn. Alveg, þetta eru margra mánaða vesen að bíða eftir þessu. Þetta eru geggjuð hjól sem er á, hver á þessi hjól? Ég á þetta. Já. Ég á þetta. En þið eru ekki með bílpróf, þarf maður ekkert próf til að keyra svona hjól? Nei. Nei. Hvernig fer maður eiginlega að því að keyra svona? Hvað gerir maður? En það er kristin. Stýrum. Stýrum og stýra til þess að beygja. Já. Hjálmum, brynjum. Já. Og hvar setur maður á stað? Er það einhver takki? Hérna. Já. Hérna. Og svo setjum við eitthvað þetta. Já, já. Þetta. Þetta. En hvað eru þið gamlir strákar? 4 ára. 2 fjarar. 4 ára. Og hvenær byrjuðu þið eiginlega að keyra svona hjól? Þegar ég var 2 ára. Já. Og hvað geta þið að fara í hrað? Mikið var rosalega hratt. Já. Mikið komið með rosalega kraft. Er ekkert mál að beygja þeim og stýra þeim? Já. Hvað þarf maður að gera til þess að beygja? Þarf maður að setja fótið niður eða hvað þarf maður að gera? Nei, niður, niður. Já. Bara niður með þennan fót. Já. Er þetta skemmtilegt? Já. Já. Eru þið eitthvað að hjóla líka á svona hjólum? Já. En er þetta skemmtilegra? Já, en ég var spurningur hjól sem ég er alltaf að bruna að fara stökk og reynd vippu. Er það stökkva? Já, og reynd vippu. Já. Ég læra að gera vippu. Ok. En dettur maður aldrei? Nei. Dettið aldrei? Jú, stundum. Já. Hvað gerir maður þá? Bara fyrir maður standur upp og kveikja á maður staði. Já, það er ekkert mál. Ég verð að prófa. Takk fyrir að koma í viðtal. Já, og svo bremsa hana þegar maður komin 2 niður. Já. Og svo bremsa líka hérna niður og svo fyrir maður upp hérna og svo beygir. Hérna fyrir oft, bara þessu. Hérna og svo aftur hérna og svo aftur þinnur. Þú vilt líka fara í hérna. Já, ég er líka hægt að fara það. Ég fyrir alltaf þarna. Já, ég líka.